Já, það er komið að þið skoða kassan. Ég ætla bara að sýna ykkur fyrst hérna bæklingin. Við erum með þennan fína íslenska bækling sem að er Young Living, búðina, með fólkið, fyrirtækið, Young Living Foundation sem er svona góðgerðarsamtök sem Young Living heldur úti, sér og rekur starfsemina og C2C, gæðastaðal Young Living og svo náttúrulega bara allt hvaða vörur eru í búðinni og byrjandapakkana sem er nakkast í bæklingnum. Og ég ætla bara að fara núna mjög hratt yfir olíurnar í byrjandapakkanum og hvernig ég nota þær bara mest, eða svona ekki tala bara nokkur einfalda leiðir til að nota olíurnar 12 í premium starterkittinu. Og ég ætla að segja ykkur líka að við erum að setja upp núna svona kerfi fyrir alla sem byrja að nota olíurnar, kaupa innan pakka, þeir munu fá 30 tölvupóst að senda með einu ráði á dag það hvernig þið geta nota olíurnar í premium starterkittinu. Því það hefur oft verið svona smá vandamál kannski, fyrir þá sem ekki vanur að nota olíu, kunni ekki á þetta, kaupa pakkan og veit ekki hvernig á að nota hann. Þannig að við ætlum bara að lofa því að við munum kenna ykkur að nota olíurnar. Og hérna er pakkinn, hérna eru 12 olíurnar og svo eru 2 í viðbót, það er Stress Away sem er hérna undir í kassanum og Orange. Hérna Stress Away hérna. Það er með Orange hérna líka. Orange. Og það sem sagt þessar 5 olíur hérna eru hreinar olíur og Orange. 6 hreinar olíur í pakkanum. Byrjum bara Orange, ég nota hann alltaf bara mjög mikið í mat og ég nota hann líka í úðarann og er með úðarann í gangi með Build to Dream og Orange í úðarannu mínu. Orange gerir allar aðrar olíur rosalega friskar og sætar. Þannig í matagerð, ég nota hana bara í matagerð, í safa, í sósur, í hrásalöt, í kökur. Ok, svo er það hérna Copaiba, frankincense, piparminta, lavender og lemon. Og lemon er svolítið eins og Orange, bara náttúrulega góð í allan mat, í alls konar rétti, góð í sósur, góð í te, góð í þvott og hreingirningu. Ég nota hann líka mjög mikið bara í hreingirningasprayið heima best. Jafnvel í þvottavélina því ég er að þvo til að hreinsa eitthvað sem er erfitt, hreinsa lím. Lemon og Copaiba eru báðar líka góðar á neglurnar. Maður getur nuddað á neglurnar til að fá styrk á neglurnar. Sítrusólíu gera húðina ljósnama, maður ekki setja á húðina maður að fara í sól. Ok. Hreinsandi og eykur andóksun. Svo er það lavender. Lavender er bara græðandi, róandi, slakandi. Fólk, margir elska að hafa hana bara í úðaranum sem svona róandi, slakandi olíu. Hún er líka góð á húðina og lítil sár, lítil brunasár, græðandi, flýti fyrir að sár grói. Og maður getur auðvitað nota hana líka í alls konar snyrtivörur og í úðarann í alls konar blöndur. Hún er góð með alls konar blöndum því hún er sæt og góð og svona róandi. Piparmintan er eina af mínum uppáhaldsolíum því ég elska að borða hana. Ég elska að setja hana á bara hérna, svona, sleikina. Og svo bara ef maður þarf að vekja sig, ef maður vill hressa sig og vekja sig, maður er að keyra og maður þreyttur. Bara gerir maður þetta og maður glaðvaknar. Það er líka ótrúlega fínt að setja hana á bara fingurgómana, jafnvel með Panaway og nudda henni á hnakkan. Nuddina á vöðva sem eru stífir. Eykur súrefnisflæði, svona góð fyrir spennu, vöðvaspennu, maður rekst með vöðvaspennu, setja piparmintu, nudda og halda, ótrúlega gott í einu blásandi. Halda bara aðeins og anda. Ok, piparminta lavender. Frankincense er náttúrulega svona gömul olía, notuð bara mörg þúsund ár. Frábær í hugleiðslu, sumar nota hana sem ylvatn. Maður ber hana hérna á þriðja augað
bara í hugleiðslu, nota hann í innöndun, nota hann í úðarann með lemon lavender, hún frábær. Líka í alls konar andlitsolíur eða maður búið til eða líkamsolíur. Og svo copaiba líka svona vöðvaolía. Copaiba vöðvaolía, rosalega góð, jafnvel góð fyrir konur á svona erfiðum tímum mánaðarins til að nutta á kviðinn, taka hann jafnvel í innöndun og eitt dropa undir tunguna. Sublingual, undir tungu. Ok, þá erum við komin í blöndurnar. Thieves, svona fræga olía blandan, Purification, Dyed Ice, RC og Panaway. Panaway Panaway svona bara, svolítið afbökun á einhverju sem að þú getur dottið í hug hvað það þýðir. Og ég kalla hann oft bara svona fallbyssuna, ég grípi hana ef það liggur mikið við. Ef ég star í líkamannum með eitthvað svona sem að þarfnast mikillar athygli og skjótra lausna, þá nota ég Panaway. Jafnvel Panaway, nutta henni á, tek svo piparmintu, nutta henni á, í bakið svona veika hliðin mín og svo getur tekið copaiba og nutta henni líka. Frankincense getur líka jafnvel virkað við svona stoðkerfið, maður er ekki bara til að hjálpa manni að standa undir sjálfum sér. Við líka nota olíurnar á margan hátt svona inn á bara andlegu hliðin okkar og tilfinningarlegu. Þetta getur að hjálpa með okkur svo mikið þannig. RC er eukalyptusplanta, það er bara respiratóri, allt fyrir lungun. Við getum nuttað henni á brjóstkassan, mitt á vetrartímanum við viljum hafa öndunarveginn aðeins opnari og hressari. Mættu setja heitt stykki, svona bakstur yfir lungun, nutta hann á bakið eða undir tábergið, líka frábær í úðarann. Hún frábær í úðarann og maður getur nuttað úða henni til skiptis með Purification eða Thieves sem er líka svona styrkjandi fyrir ónæmiskerfið. Purification er svona hreinsandi blanda, ómissandi í ferðalögin af því hún er góð til að halda bara flugum frá og hún er æðisleg á svona lítil sár eða flugnabitt. Hún er bara græðandi, dregur úr svona þrota. Sumum finnst hún æðisleg í úðara. Það er bara ekki allir sem hafa sömu skoðun á Thieves og maður verður svolítið að finna bara sína leið hvað manni finnst gott og hvað ekki eins gott. Hún er líka hreinsandi, ég nota hana líka í hreingerningalögin minn og ég nota hana í þvottavélina, í svitafötum mín, í jógafötum mín, þannig að fá svona ferskan góða lykt, ég nota setja hana stundum í skólvatnið. Sem ég setja hana í spray og spraya í skó, þegar fólk er með svona íþróttaskó sem að lykta ekki vel. Dyed Ice er nú digestion, meltinguna. Dyed Ice, þannig að það má líka setja hana undir tungu eða bara bera hana á magan ef maður hefur borðað á mikið og borðað á flókimat. Allt sem er með magan að gera maður bara eitthvað svona ónot í maganum er Dyed Ice alveg frábær olía. Og líka þetta piparminta er þekkt svona sem olía fyrir meltinguna. Svo við gera svona, það fór svolítið mikið. Dyed Ice, þetta er fennel, anís, þetta er svona svolítið eldús bragð af henni. Og alltaf gott að taka þær í lófann og anda að. Það fara bara inn í líkamann í gegnum öndunarveginn, það er bara auðveld leið og svo er það Thieves sem er mjög fræg blanda af mjög sterkum olíum. Hún er ekki fyrir þá sem eru með viðkvæma húð að setja hana á viðkvæm svæði, bara setja hana undir fæturnar og ég vil blanda hana í VAF6. VAF6 er nuttolían okkar, 6 mismunandi grænmetisolíur. Nuttolíur. Hún er heit olía, ef maður vill setja hana upp í munnin þá mæli ég með að setja hana á þumalinn og setja hana upp í góminn. Þannig ég minnst ekki gott að fá hana mikið á varirnar. En fínt að fá hana upp í góminn, maður svona upplifir svolítið hvað þessi negul kanilolía er að gera. Hún er svona deyfandi, það er svona, finnur það, hún er deyfandi og negull hefur verið notaður í 10 ára af tannlæknastofum. Svona deyfandi efni, eugenol. Henni er heldur mikið eugenol.
En því, sem sagt heit olía, ekki setja hann á viðkvæm svæði. Ef það fer á viðkvæm svæði, þá verður að nota nuddolíu, ólífólíu, kókosolíu, fitu til að draga úr óþægindunum. Og þetta mikilvægt að vita þegar maður með heitar olíur, ekki setja þær á viðkvæm svæði. Er ég búin að fara gegnum þetta allt með Stress Away. Stress Away síðasta olían, hún hérna undir, sem bara margir elska þessu olíu, þessu góð lykt af henni. Stress Away. Það má setja rollonið á þetta, það svona rollon sem fylgir hérna í pakkanum. Rollonkúla. Margir sem setja hana á Stress Away eða á Panaway. Panaway, því það gott að hafa rollon á Panaway, getur maður að rúlla hérna á bakið eða hvað sem maður þarf að fara á svona spennusvæði sem þurfa aðeins að fá smá lausn. Þannig að ein kúla hérna í. Svona var gegnum olíurnar, svo safinn okkar auðvitað í pakkanum sem bara ofursafi, mikil næring. Það búin að fara í gegnum olíurnar á 10 mínútum. Mér tókst það. Örstutt í gegnum olíurnar allar í premium starterkittinu á námskeiðinu. Við síðasta kynslóðin, hvernig getum við bjargað jörðin okkar, og við getum bjargað henni með því að nota umhverfisvænar vörur, með því að vera með meira ljós, vera jákvæð, gera góða hluti, jákvæða hluti og minnka eiturefni í heiminum, og við getum gert það með því að skipta út vörunum okkar, nota umhverfisvænar vörur og nota minna. Það valkostur sem alveg frábær í Living-búðin. Það gott í kvöld. Ég verð svo aftur á morgun og klára námskeið eftir hádegið. Það verður rosalega mikill afsláttur á premium starterkittinu á morgun út af afmælinu mínu sem 59 ára og fær 10. febrúar, þannig að 10 fyrstu sem kaupa sér starterkitti á morgun á alveg rosalega mikinn afslátt á startpakkanum. Það er áhuga á að byrja ferðalagið sitt núna í febrúar. Febrúarmánuði, það var gott. Takk fyrir að hlusta.